Velkomin öll sem öll. Ég ætla að byrja aftur þessa fésbókar podcast fundi mína og fjalla áhugaverð málefni og ég ætla að reyna að vera hérna svona aðra hverja viku. Og hægt að nálgast þessa þætti eins og ég segi líka á podcastinu hægri hliðinni. En ég fengi til mín góðan gest í dag, hana Evu Magnúsdóttur, ráðgjafa hjá Podium. Og ég ætla að ræða eins við Evu heimsmarkmið Sameinuðu þjóðanna. Þetta eru frábær markmið sem að Sameinuðu þjóðirnar hafa sameinast og margir hefðu nú kannski haldið að þetta væri þá meira fyrir ríkisstjórnir þessara ríkja til að vinna að. En það einhvern veginn þannig að við munum ekki ná árangri í þessum risastóru málaflokkum eins og loftslagsmálunum nema við sameinuðumst öll að ná þessum markmiðum. Og þá spilar atvinnulífið auðvitað risastórt skref í þeirri umræðu. Nú, ef að þú hefur verið að ráðleggja fyrirtækjum og sveitafélögum það hvernig þau geta markað sér stefnu og tengt sér þessum markmiðum. Segðu mér aðeins frá því, hvað ert að gera? Já, ég hef aðstofað nokkur sveitafélög, þar að meðal lítil sveitafélög og aðeins stærri. Það má segja að Skaftárhreppur hafi farið í stefnumótun áður en þau fóru í aðalskipulag og svo vinnur ennþá í gangi. Síðan það Hornafjörður og Flóahreppur sem að líka hafa sett sér mjög metnaðarfull markmið. En það nú einu sinni þannig að þessi markmið sem við höfum núna bara 10 ár til þess að ná, að við munum ekki ná þeim nema við göngum öll í takt. Og það á við mig og þig, það á við lítil og stór fyrirtæki og það á við ríkisstjórnir og samstarf á milli sem setja landa. Akkurat. Það nú heila málið. Þannig að ástæðan fyrir því að við erum að vinna með sveitafélögunum einfaldlega svo að stór hluti af þessum heimsmarkmiðum að þau tengjast náttúrulega mjög mikið rekstri sveitafélaga. Og já, það ekki bara því að við erum ekki bara að tala um loftslagsmarkmið sem við auðvitað tölum mikið við erum að tala um sárafátækt, við erum að tala um alla þessa félagslegu þætti og við erum líka að tala um þessa efnahagslegu þætti. Og við tengjum þessa félagslegu þætti, hvernig að búa í samfélaginu og það má segja að Íslendingar, við kannski gerum þetta ráð fyrir því að það sé gott að búa í Íslandi alls staðar og sveitafélögin, þau hafa verið á undanförnum árum með mjög metnaðarfulla markmið í því að standa sig vel, í að huga vel að íbúunum en kannski því miður að þá hefur kannski fjárskortur hamlað þeim frá því að geta gert allt sem þau vilja og við þekkjum það og þá komum við inn á sameiningu sveitafélaga og það kannski akkurat málið með það að vinna með sveitafélagunum ef við tökum það að þau vilja undirbúa sig áður en kemur að einhvers konar sameiningum að þau vilja vita nákvæmlega hvar þau standa og hver eru lykilgildi þeirra til framtíðar. Og þegar þau vita það, þá eru þau auðvitað betur í stakk búin til þess að ræða við önnur sveitafélög hugsanlega sameiningar. Ég náttúrulega voðalega glöð að heyra þetta því við vorum að ræða sameiningu sveitafélagin í þinginu bara núna í vikunni og sitt sýnist hverjum svona lögþvingar sameiningar en ég hef talað fyrir því að sveitarstjórnarstigið sé svo óbóðslega mikilvægt að við verðum einhvern veginn að efla til framtíðar og þá í mínum huga eru sameiningar eina lausnin í því. Það að segja að við erum ekki með þessi örsveitafélög hliðin á risastóra sveitafélaginu Reykjavík, það þurfum eitthvað svona meiri samleið með þeim. En nú oft talað um það, já, voða sniðugt að fá eitthvað ráðgjafa inn og móta einhverja stefnu og þetta hljómar allt voðalega vel og lítur vel út á pappír og svo fer þetta bara upp í hillu. Hvað ert þú að gera til þess að sjá til þess að þínu viðskiptavinir noti þetta svo í dagstælega? Já, ef við tökum til dæmis mótun stefnu sem að fer fram svona frá grunni og þá þarf hún á því að halda að það séu stjórnendur sveitafélagsins og íbúarnir. Við þurfum líka einhvers konar input frá kannski börnum og erlendum íbúum af erlendum bergi brotnum til þess að fá svona heildarmyndina. Og það sem ég geri að ég vinn stefnumótun með þessum sveitafélögum og síðan verður til auðvitað aðgerðaáætlun. Og við setjum þá mælikvarða og við byggjum þá mælikvarða sem hvert sveitafélag tekur, byggjum þá á heimsmarkmiðum Sameinuðu þjóðanna. Og partur af því að vera í stefnumótunarvinnu auðvitað að kynna og kynna heimsmarkmiðin fyrir íbúunum og þeim sem eru að stjórna sveitafélögunum. Ef við förum aftur, ef við snúum okkur núna að fyrirtækjanum til dæmis, sem að hafa í fjölmörg ár, mjög mörg á Íslandi, verið að vinna mjög vel í sínum sjálfbærni málefnum og hafa verið að vinna eftir ýmsum stöðlum eins og
gerir sem eitt staðall sem tekur öllum sem þáttum, félagslegum, umhverfislegum og efnahagslegum og fjölmörg stór og lítil fyrirtæki á Íslandi hafa verið að gefa út svokallaðar samfélagsskýrslur í mörg ár. Já. Og síðan þegar þau hafa verið að gera það að þá eru mörg hver að færa sig yfir það að bæta heimsmarkmiðunum við. Já. Þannig að þau eru þá orðin hluti af samfélagsskýrslunni eða árskýrslunni þennan þátt. Já, og þá er það yfirleitt þannig að það passa ekkert öll, sko, við þurfum að velja heimsmarkmið sem vigta inn í okkar starfsemi. Já. Að ef við erum fyrirtæki sem í mikill svona umhverfisstarfsemi, umhverfismengun eða þannig, að þá þarf að vinna meira með þau markmið. Já. Og síðan ef þetta er fyrirtæki sem segjum bara mjög karllægt fyrirtæki og þá vill það fyrirtæki kannski vinna með heimsmarkmiði sem lítur af jafnrétti kynjanna og setur það svolítið á oddinn. Að við meðum heldur ekki gleyma því að jafnrétti er eitt af heimsmarkmiðunum. En sko, nú sér maður það, og ég vona að fólk taki nú eftir því ef að það er að kynna sér mál til dæmis frá ríkisstjórninni, að þú sér það að það eru fréttir einhver mál sem eða samningar sem verið eru undirrita eða mál sem hafa farið í gegn, þá er það mjög oft tengt og þú sér það yfirleitt neðst í fréttinni hvaða tengingu það hefur við hvað af þessum heimsmarkmiðum. Og margur hefði ætlað, já, það er auðvitað eðlilegt og mér finnst það og það er mjög mikilvægt held ég að tengja allar aðgerðir sínar við þessi grunnmarkmið sem að ríkisstjórnin ætlar að fylgja og vonandi allar þessar ríkisstjórnir sem hafa tekið þátt í þessu verkefni. Gott að heyra líka sveitarfélögin séu komin inn og ég verð enda að viðurkenna það, þau eru mitt nokkur, maður tekur svolítið eftir umfjöllunni. En svo kemur inn á þetta með fyrirtækin og ég er nú aðeins í þessum þáttum mínum, ég fekk hana Heyrúnu Lind Marteinsdóttur hjá samtökum fyrirtækja í sjávarútvegi hér aðeins til að fjalla þetta og ég hef verið svona aðeins að fjalla líka endurvinnslumál og meira. Það er samt sem áður alltaf þessi hætta Eva og kannski svolítið í umræðinu að þetta sé það sem kallað svona grænþvottur. Eitt af því sem að lítir rosalega vel út og svona stærri og öflugri fyrirtæki vilja endilega vera með einhverja fallega samfélagsstefnu og einhver falleg orð á blaði. Og þá er spurningin sko, og hvað svo, vitum við að þessu er fylgt? Eru við að velja fyrirtæki, eiga viðskipti við fyrirtæki út frá þessum stefnum og vitum við að það er raunverulega verið að fara eftir þessu? Finnur ekki fyrir þessum kannski togstreiti í umræðunni eða ákveðni hræðslu við þetta í þinni vinnu? Jú, að sjálfsögðu. Það er þannig að samkeppnishæfni fyrirtækja núna og í framtíðinni, þau munu svolítið velta á þessu. Við erum með framtíðarkynslóður og ég á nú þegar tvær dætur sem eru akkurat að þessari aldamóta kynslóð. Þessi kynslóð er að hugsa að endurnýta. Verslar notaðan fatnað, býr til fatnað, nýjan fatnað úr einhverju öðru, grandskoðar hvað er í snyrtivörunum og passar það mjög vel að það sé að vörurnar sé ekki prófaðar dýrum. Að auki að þá er stór hluti af þessari kynslóð farin að velta fyrir sér dýravernd og orðin vegan. Þannig að þetta eru mjög mikla þjóðfélagsbreytingar og það eru þjóðfélagsbreytingarnar sem að munu keyra auðvitað fyrirtækin líka áfram í þessar breytingar. Þannig þú ert í rauninni að segja að þetta eru við neytendur og það sem að við neytendur höfum að segja og það er alveg rétt sem þú segir, ég get líka tekið undir það eigandi eina tvítuga dóttir sem er mjög duglega að hugsa þetta og við köllum hana flokkunarstjóran á heimilinu, hvar á að setja hvað í rusli og svona. Þannig að auðvitað verður maður var við þessa miklu vitundavakningu. Og það er væntanlega það er það ekki sem er að drífa fyrirtækin áfram í sinni stefnumörkun. Jú, en svo er þetta bara góður business. Já. Ekki gleyma því. Komdu inn á þetta er nefnilega góður business. Já. Það að fara yfir orkunotkunina og alla sóunin í fyrirtækinu. Það er nú bara aldeilis góður business og fyrirtæki hafa geta sparað í rekstri einfallega með því að taka svolítið til þar í rekstrinu hjá sér. Og ég man eftir sko fyrir óratíma í mínu gamla lífi hjá Mílu að þá tókum við út við tókum út kaffibollana sem það voru úr pappa og var alltaf hent í rusli. Við tókum það út og keyptum bara nýja margnota bolla fyrir alla starfsmenn og þetta borgaði sig upp á hálfu ári og pluss allavega þetta sóunin sem hefur átt sér stað og þetta var kannski árið 2008 eða eitthvað svoleiðis.
Þannig að það alveg þar aftur sem að sko fyrirtæki hafa verið að huga að þessu. Já. En svo komum við aftur að því að það eru fjárfestarnir. Já. Að fjárfestar eru farnir að gera kröfur það að fyrirtækin séu að sinni samfélagslega ábyrgð og það er hreinlega sett í lög að það séu fyrirtæki yfir ákveðni stærð sem að skilu ófjárhagslegu upplýsingum. Já, og á sama tíma og þau eru að skila áskýrslunni og það sem að ráðgjafar eins og ég erum að ráðleggja að það er að fyrirtækin taki samfélags- eða sjálfbærni skýrsluna sína og setja hana nákvæmlega á sama stall og ásuppgerið áskýrsluna sína. Já. Þannig að það sé jafn mikilvægt plagg. Já, við erum að segja það í rauninni. Akkurat. Út á nefnir þetta með kaffi þá get ég sagt á sögu að á þingið hefur semst verið að stíga þessi svoköllu grænu skref sem er svona sérstakt prógram, það er nú kannski eitthvað sletta, verkefni með stofnanir til að nálgast markmið sín og eitt af því var að taka út kaffibrúsana sem voru í hverju einasta fundarherbyggi. Já. Og og fólki fannst þetta voðalega þægilegt að geta bara staðið upp innan fundarherbyggsins og náð sér í á uppáhald kaffi en nú þurfum allir sérst að fara fram í vél og veistu ég man ekki hvaða voru margir lítra, það var skuggalegt magn af kaffi sem hafi verið hellt niður á hverjum einasta degi og þegar þetta auðvitað talið saman í vikum og árum að þá var þetta auðvitað þvílík sóun og þar alveg til sparnaður. Þannig að það er kannski líka punkturinn sem þið eru þá að selja, þetta snýst þó að stóra málið þetta sé að stíga þessu umhverfisskref að í því sjálfu felist mikill sparnaður. Já og það líka að sko kröfur til fyrirtækja á markaði það að þau séu samfélagslega ábyrg. Það auðvitað kemur að fjármálunum líka. Hvar vilt þú fjárfesta? Viltu fjárfesta í ábyrgu fyrirtæki eða viltu fjárfesta í fyrirtæki sem er svona einhvers konar umhverfissóði? Og við sjáum þetta líka því hitt áhugamálið mitt er auðvitað kynningamál og markaðsmál. Og þetta tengist svo gríðarlega mikið kynningar og markaðsmálum. Að þú verður að vera sannur í því sem þú ert að gera og þá tökum við aftur grænþvottin. Að ef þú ert ekki sannur í því sem þú ert að gera, þú ert til dæmis að gefa þig út fyrir að vera samfélagslega ábyrgur og ábyrgt fyrirtæki en svo kemur eitthvað annað í ljós og það birtist bara í fréttunum að þetta fyrirtæki hafi klárlega mistið í sig og þá erum við komin aftur í þessa áfallastjórnun sem við þurfum að láta fara í gang og er þá ekki bara betra að taka til heima hjá sér, svona svolítið fyrst og vera þá alveg viss það að lenda ekki í svona neinum ásökunum grænþvott eða slíkt. Nei, en þá er það auðvitað líka ákveðin tækni, það er ekki bara nóg vera með stefnu, þú þarft líka innleiðan og þú þarft að sjá til þess að allir starfsmenn séu með þér í liði í því, þannig að það verði ekki einhver mistök einhver staðar aftarlega í keðjunni þó að það sé uppi hér einhver falleg markmið sko. Þess vegna skiptir svo miklu máli að sjálfbærni sé partur af viðskiptastefnunni og hún sé partur af DNA fyrirtækisins og að það geti allir starfsmenn gengið í takt eftir þessar stefnu og þetta hafa mjög mörg fyrirtæki gert hjá sér og mér langar að nefna eitt fyrirtæki sérstaklega sem að fekk viðurkenningu fyrir bestu samfélagsskýrsluna að það er Krónan og Krónan byrjaði löngu áður þegar þeir byrjuðu að gera samfélagsskýrslu þá byrjuðu þeir að taka til hjá sér og byrjuðu að hegða sér á mjög ábyrgan hátt sem að gera það verkum að þú vilt kannski frekar versla hjá Krónunni og þú færð þennan bændamarka þar sem eru engar umbúðir og þetta er svona leið til þess að vekja fólk til umhugsunar til dæmis umbúðir og þessi afpökkunarborð þú getur skilið eftir þannig að það er alveg örugt að viðkomandi umbúðir komast í endurvinnslu. Já, í Krónun er náttúrulega mjög gott dæmi og ég hugsa flestir þekki það því þannig matvörunum allir hafa heimsótt Krónun einhvern tímann að ég ímynda mér, hún er allavega staðsett þannig í mínum huga að það fyrirtæki sé að standa sig vel í þessum málum og ég myndi ímynda mér að hún væri þar staðsett hjá flestum og þau hafa einmitt stigið skref, ég minnist þess líka bara með ávextina fyrir börnin taka vörur sem eru runnar út eða á síðasta söludegi og svona í staðin fyrir þetta minni matasó nákvæmlega hræðilegt auðvitað að sjá þegar maður sá myndir af bara matvælum sem var í góðu lagi bara hent í gáma sko. Það er náttúrulega, það gerist bara ekki í dag. Nei. En þetta er svona dæmi fyrirtæki sem hefur stigið þessi skref og þar með í huga okkar orðið leiðtogi.
Þannig að á matvælamarkaði þá er fyrirtæki leiðtoginn sem að hinir eru byrjaðar að fylgja eftir. Já. Og það er einmitt svona sem við breytum heiminum. Já. Að við búum til leiðtog og það getur hver sem er orðið leiðtogi. Þú ert leiðtogi, þú ert að tala um þetta hér í dag. Ég er að vinna í ráðgjöf og getur verið leiðtogi þar leiðandi. Og við finnum alls konar leiðtogi sjálfbærni út um allt á landinu, út um allan heim. Greta Thunberg. Já. Það vissi nú enginn þegar hún byrjaði að vera í verkfalli, skólaverkfalli og hún er því svona mikill leiðtogi eins og hún er í dag. Nei, algjörlega frábær bókin hana. Já. En þú varst aðeins að nefna áðan varðandi fjárfestingarnar og ég minnist þess nú, ég held að hafi verið þing viðskiptaráðs í fyrra sem að fjallaði sérstaklega þetta, græn skuldabréf og græna fjárfestingar og ég veit að sumir fannst þetta algjört humbúk og margir sem ég þekki býsna vel fannst þetta bara algjört humbúk. Ég mætti eftir á móti á þennan fund og var svona öll svolítið upprifin og fannst svolítið flott og finnst svolítið flott hvað margir í mitt í atvinnulífinu hafa verið að stíga þetta skref og tala svolítið með ákveðnum hætti mikilvægi þessa málaflokks. En þá spyr ég þig, ég meina treystur þessu hvað ég að segja, lagarrammin eða allir grunnur undir það, getur við treyst í að ef fyrirtæki segja, herri, já, við erum græn, það þú ert að styðja við sjálfbærni með því að fjárfesta í okkur, að það sé raunverulega svona? En til þess að komast að hvort þetta fyrirtæki sé að standa sig eins og það segir og eins og það heldur, að þá skiptir þetta máli að mælikvarðarnir séu sýnilegir og samræmdir og þá eru heimsmarkmiðin einn mælikvarði og innan þess eru þetta mjög margir mælikvarðar og það má segja að fyrirtækja markaði þau fara eftir ákveðnum samræmdum mælikvarðum sem að hétu áður ESG og heita núna á íslensku UFS, það er semst umhverfi, félags og samfélag. Það er semst stjórnun samfélagsins. Og þessir mælikvarðar, þetta gerir að verkum að flestu fyrirtæki sem eru á markaði í dag og mjög mörg út um allan heim eru að fylgja einhvers konar samræmdum mælikvarðum þar sem þau gefa upp einu sinni ári hvernig þau eru að standa sig í þessum þáttum. Og þá er það í samfélagsskýrslunni. Já, þá er það í samfélagsskýrslunni. Og þetta er sá þáttur sem að fjárfestar eru farnir að skoða og í æ meira mæli. Þannig að þú ert á sama tíma út að skoða arðsemi eiginfjársýslu fyrir staðan og allar þessar kennitölur eins og við lærðum í fjármálum að þá er þetta orðið hluti af þeim kennitölum. Já. Þá ertu farin að gera svona bara eins og kallast integrated reporting sem er það bara svona samræmd skýrsla sem er ársskýrsla og samfélagsskýrsla, sjálfbærniskýrsla og gerir þetta einu svona ári og gefur það upp. Og þá getur við séð það að þú getur, ef að þú ætlar að fjárfesta í fyrirtæki X, að þá skoður þú allar kennitölu, fjárhagslega mælikvarðana, en þá skoður þú hina mælikvarðana líka. Hvernig er fyrirtæki að standa sig í jafnrétti? Tökum það er eitt fyrirtæki á landinu sem sagt gaf það út að ætla ekki að skipta við fyrirtæki sem ekki væri að sinna jafnrétti. Og það er Íslandsbanki. Og þetta var mjög umdeilt skref en eigi að síður stundum þarf maður að vera svolítið svona bold ef maður ætlar að breyta heiminu og það var eftir þessu tekið. Svo sannarlega, það var þetta mikil umræða og ég ætlaði að koma það við erum svolítið búin að vera í svona umhverfis loftslagsmálunum en heimsmarkmið eru eins og þú hefur sagt að þau eru ýmiss konar, ég held að þau séu 17 og svo koma svona undirmarkmið. Jafnrétt er vissulega eitt af því. Og það var nú bara gaman út að við vorum nú að ræða og væntanlega er verið að ræða núna áfram á þinginu í dag frumvarp sem að gengur út á það að setja viðurlög eða sektar ákvæði inn í lögin kynjajafnrétti í stjórnum. Og sitt sýnist hverjum við þeim málum. Ég get upplýst að hér að ég er einn af flutningsmönnunum og styð þetta mál og geri það af tveimur ástæðum, annars vegar vegna þess að við erum jú með lög hlutföll kynjana í stjórnum fyrirtækja og mér finnst eðlilegt almennt að ef að lögum sé ekki fylgt að þá sé hægt að bregðast við með einhvers konar viðurlögum og sektar ákvæði eru ágætis leið í þeim efnum. Hitt er svo að vera í jafnrétti sinni og telja það mikilvægt fyrir samfélagið og fyrir fyrirtæki að þau sé að nýta jafnt kraft að begja kynja og þar að leiðandi styðja þetta frumvarp líka. En segðu mér, eru fyrirtæki í alvöru
fyrirtæki sem þú hefur verið að vinna við, eru þau í alvöru að hugsa jafnréttismál og eru þau að beita sér? Finnst fólki þetta skipta máli út í atvinnulífinu? Já, ég verði að segja það bara heilt yfir. Já. Og mjög mörg fyrirtæki sem ég hef unnið fyrir er að standa sig alveg frábærlega vel í þessu. Já. Aftur á móti eru þetta mismunandi geirar og það gengur mismunandi vel að fá inn konur í mismunandi geira. Já. Og það er oft talað kannski einhverja svona karllega geira, en það er eigi að síður pínlítið óskiljanlegt ef það tekir til þess að í tæknigreinum þá í háskólanum að þar er fjöldi kvenna að læra. Já. Og það er einhvern veginn, virðast ekki skila sér alveg út í tæknifyrirtækin. Og mér finnst þetta vera svona pínu leyndardómur og ég held jafnvel að sko sem tæknifyrirtækin taki undir það með mér. Já. En svona varðandi þetta frumvarp og ef við komum aðeins að því að þegar við vorum ungar konur og Vigdís var forseti og allt það, að þá heldum við kannski að þetta væri bara komið. Og við þurftum ekki að gera neitt meira. Nei. Og svo hugsu dætur okkar upp og þá fórum við að hugsa öðruvísi, þetta er ekkert komið. Nei. Eiga þær að þurfa að standa í þessari sömu jafnréttisbaráttu og við erum búin að gera árum saman og þá segi ég bara það er búin að reyna hitt. Já. Það er búin að reyna að gera þetta án lagasetningar og það hefur ekki gengið nægilega vel og hver er staðan þegar ekki er fylgt eftir því sem lögin segja? Eru það ekki alltaf viðurlög? Já, þannig að mér finnst það bara eðlilegt skref í þessu máli. Já. Og ég veit að mjög margir ósammála mér. Það er líka bara allt í lagi. Já. Við getum alveg tekið þetta samtal. Já. Við erum sammála í þessu en það eru margir líka í mínu flokki sem eru ósammála og ég og Brynja Níelsson töluðum í gær og við töluðum algjörlega ólíkum nótum hvað þetta varðar. Og ég segi það líka, það er allt í lagi, ég get alveg skilið hinn sjónarmiðin og ég lendi í mikilli umræðu þarna í gær og fekk mikið á mig andsvör og fólk já, en ég meina þetta er allt að koma skref fyrir skref, fett fyrir fett og ég segi bara, ég bara nenni þessu fett ekki það er bara hundleilt að vera á fetti, það er miklu skemmtilega að vera á stökki og ná einhverjum árangri og komast áfram Ég segi það sama, ég vil mikið frekar hlaupa upp fjalli heldur en labba rólega Já, akkurat, við erum kannski þær týpur en þá kannski langar mig að spyrja þig sko, sérð þú einhvern mun á viðhorfi til jafnréttismála eftir því hvort að stjórnir fyrirtækja og þá kannski framkvæmda stjórnir eða svona efra lag fyrirtækja hvort að það ríki jafnrétt þá er ég að velta fyrir mér eru meiri líkur á því að þetta sé mál sem að er talað ef að hlutirnir eru nokkurn veginn eða það sé svona eitthvað jafnvægi eða er það kannski bara þannig að þar sem að í þeim fyrirtækjum sem að búið er að ná einhver jafnvægi þau halda þetta sé bara búið og þurfa ekki að velta þessu fyrir sér hver er þín sýn á það? Það er alveg nokkuð fyrirtæki sem hafa gengið mjög langt í að koma á jafnrétti og þau hef ekki eingöngu komið á jafnrétti kynjana í efstu lögum þá tala ég stjórn eða framkvæmdastjórn heldur hafa þau líka farið inn í kannski þjónustudeildir þar sem að hefur verið eingöngu kvenlægt og hafa snúið þessu við og svona efst í huga kemur Sjóvá sem hefur einmitt unnið svolítið í þessu að þetta er hin hliðin á jafnréttinu en það sem ég held að hafi svolítið háð okkur í jafnréttisbaráttunni að karlarnir hafa ekki komið stigið nógu sterkt inn í hana með okkur og kannski hafa þeir bara ekki þorað en mér finnst óbáslega mikilvægt að kalla til alla þessa jafnréttissinnuðu karla hérna úti og fá að heyra hvað þeim finnst. Akkurat. Þeir eru eiginmenn, þeir eru synir og þeir eiga dætur. Já, akkurat. Þannig að ég skal bara ekki trúa því í jafnréttislandinu Íslandi að þeir vilja ekki nákvæmlega bara það sama og við. Akkurat. Ég held að ég er algjörlega sannfærð það og jafnréttismál í mínum huga eiga ekki að vera sko kynjamál, þannig að þetta sé einhvern veginn kallar að takast á við konur, þetta er bara svona samfélagsmál, hvernig við nýtum best krafta allra, beggja kynja eða allra kynja, við lítum að það þannig og ég meina við eigum svo margar niðurstöður og rannsóknir sem sýna það að þeim vegnar best sem að nýta krafta allra og auðvitað alltaf gaman að tala það, við erum alltaf í efsta sæti, við erum algjör heimsmeistari þegar kemur á jafnrétti, við erum búin að vera í efsta sæti í þessum mælingum í mjög mörg ár
En þess vegna líka mikið að segja að þetta ekki komið, því við vitum við vitum að þetta ekki komið. En þá vitum við líka að fyrirtækin að missa af einhverjum starfskröftum. Akkurat. Og þau að missa af jafnvel tækifærinu í því að vera þá önnur sjónarmiðin. Já, en þá kannski einmitt eins og kemur líka ánægilegt að heyra eins og ert að minnast á að Vís að horfa líka inn í þjónustudeildina, Sjóvá að horfa inn í það og þá kemur einmitt þessi vinkill upp og ég ætla nú bara sérstaklega að taka menntakerfi okkar fyrir. Að mér er náttúrulega sorglegt að það vanti karlfyrirmyndir inn í skólakerfi okkar. Allt og fáir karlmenn í kennslu og að vinna inn í skólum og leikskólum og ég held að það sé ekki síður þar sem við þurfum að beita okkur talandi það að drengirnir okkar finna sig illa í skólakerfinu og ég ætla ekki að segja það sé konunum að kenna sem eru kennara, það eru örgilega frábæri í því en það þarf í þessu eins og allu öðru þá þurfum við þetta að vera fyrirmyndir af báðum kynjum. Já, þetta nákvæmlega eins og þegar við byrjuðum í jafnréttisbaráttunni og áttum enga fyrirmyndir þegar Vigdís kom, hún er fyrirmynd okkar allra. Hún er fyrirmynd margra kynslóða í rauninni. Og það skipti okkur svo miklu máli að hafa þessar sterku fyrirmyndir. Akkurat. Og nákvæmlega eins ég tek undir þetta með skólan og drengina að ég hef gríðarlegar áhyggjur af menntakerfinu. Hvað varðar þá sérstaklega? Já. Og ég held að fyrr en seinna þá þarf að taka mjög myndarlega á því máli. Já. Ég er sammála því og það hefur nú margir verið að ræða það núna á síðustu vikum og missurum og ég tek undir það að við þurfum að finna einhverjar leiðir. En ég reyndar finnst mér líka svona vegna þess að ég þekki nú svo marga kennara og á svo oft í þessu samtali að stundum umræðan út í samfélaginu of lita því hvernig hlutinni voru í gamla daga. Fólk alltaf með sína reynslu á bakinu en það auðvitað frábært starf sem á sér stað inn í skólunum og margt svo til mikillar fyrirmyndar en ég sakna þess mjög að það vanti fleiri karl fyrirmyndir. Já, ég er algjörlega sammálaður og sammálaður það að það er í þessi stað frábært starf í skólanum. Já. Þekki það nú bara ansi vel og það var ekki ætlan mín að gagnrýna það. Nei, ég var nú ekki að taka, ég bara segja í svona umræðinu. Þennan strúktúr að það sé að við sjáum eða valla karla inn í skólanum og leikskólanum. Akkurat. Og það skiptir svo miklu máli að drengir hafi þessa fyrirmyndir. Já, og þarna erum við náttúrulega bara annar hluti af þessari jafnréttisbaráttu. Nákvæmlega. Bara rétt á síðustu mínúndunum hluti af auðvitað heimsmarkmiðinu snúa líka að því að útrýma sára fátækt. Og við hér út í norður Íshafi nánast í vellistingum á Íslandi þróunar aðstóðin okkar, við höfum svolítið verið að reyna að ýta meira undir það að fyrirtæki komi með okkur inn í þróunar aðstóðina og við eigum mjög góða fyrirmyndi til dæmis frá Svíum í þeim efnum. Nú velti ég fyrir mér, er eitthvað í þínu starfi, þú veist, eru fyrirtækin að sjá ég ætlaði að nota orðið tækifæri en ég átta mig á því að það þetta ekki vola vel við í þessu samengi en sjá kannski þörfina fyrir því að stíga fram og koma með einhverjum hætti inn í þessi mál. Algjörlega. Að það eru auðvitað mörg fyrirtæki sem hafa farið í þróunaraðstoð sem hefur komið bara eigi frumkvæði. Já. Og þá meðal annars fjármálafyrirtæki sem hafa farið til Afríku og verið að reyna þar að uppræta spillingu og rekja ýmsar færslur og svona fjármála misferli og eins bara í að aðstofa fólk við að læra tölvur og jafnvel að gefa tölvubúna og aðstofa fólk, þannig að það eru mörg fyrirtæki sem hafa verið að gera þetta. Og líta á það sem hlutverk sitt. Já, og svo eru þetta Íslendingar sem hafa verið að byggja upp dagheimili og fleira sem er til dæmis þarna í Tansaníu sem er ein stórkostlegasta lífsreynsla sem ég hef upplifað held ég á ævinni, það er að koma til Afríku og sjá þetta fallega starf sem að Íslendingar hafa byggt upp í litlu þorpi í Tansaníu. Ég hefði verið komið með þetta inn í umræðuna fyrir ef ég hefði munað eftir þessari ferðinni. En þetta er sko það að upplifa fátæktina sem að er þarna að gerir mann bara breytir manni og ég horfi á fátækt allt öðrum augum og fátækt á Íslandi og fátækt í Afríku, það er ekkert sama sem merkið þarna á milli. En Íslendingar við höfum það að svo mörgu leyti svo ofsalega gott og við eigum, finnst mér, að vera pínlítið leiðandi í að innleiða og bara klára heimsmarkmiðin fyrir 2030. Ef einhver getur það, þá getur við það. Við erum vön að takast á við alls konar krísur
það eru snjóflóð og það eru eldgos og allt þetta og þá þjöppum við okkur saman og erum ótrúlega góð. Svo þegar krísan er búin, þá fyrir við að röfla og tuða og en núna segi ég bara, eftir COVID, förum ekki í þetta röfla og tuða gír, heldur förum bara, tökum þetta bara nákvæmlega eins, finnum okkar tríegi í loftslagsmálunum og heimsmarkmiðunum og bara klárum máli. Og við erum leiðtogar af því að við höfum þessa grænu orku, við höfum mjög gott nýsköpunar umhverfi, að bæði það er vel fjármagnað og fleira og við höfum fólk sem er bara með hugvitið og finnur upp nýja hluti alveg einhvern veginn endalaust. Við sjáum bara hvernig ferðaþjónustan spratt upp og öll þessi nýja þjónusta sem fólk bara fór að gera. Þannig að ég bara trúi því og treysti að við Íslendingar getum verið leiðandi þarna í þessu eins og svo mörgu öðru. Þetta eru frábær lokaorð, það eru tækifæri framundan í öllu svartnættinu sem við höfum búið við og þá höfum við mitt séð svolítið hvað við erum sterk á þessu sviði og ég tek undir það, ég held að og það er eitt af markmiðum ríkisstjórnarinnar núna, nú erum við að hvetja til fjárfestingar út í atvinnulífinu og við erum að horfa sérstaklega á hvata fyrir grænar fjárfestingar því að næstu skref sem við stígum í uppbyggingu atvinnulífsins þurfa að vera grænni og vegna þess að við komum líka aðeins inn á þróunaraðstofuna þá þar þetta líka mikil tækifæri í þekkingu okkar Íslendinga á að takast á við hamfarir, þekkingu okkar á orkumálum, þekkingu okkar á sjávarútvegi og víða. Þannig að það er eins og ég hef stundu sagt að það er hugvitið sem við þurfum að virkja og það er framtíðin. Eva, kærar þakki fyrir að vera hérna með mér, það er gaman að eiga þetta spjall og ég held að sé mikilvægt og við þurfum að taka það oftar og víðar að minna á þessi mikilvægi og það að vera markaðssinnaður flokkur eins og sjálfstæðisflokkurinn og eins og ég stundu kallaði litli kapitalistinn, það þýðir ekki að maður sé ekki umhverfisvænn eða styði ekki þessi góðu markmið. Og ég held einmitt að við þurfum svolítið að nýta kapitalistan í þessu að ná fram þessu markmiðum því atvinnulífið þarf að koma með okkur. Ég þakka kærlega fyrir mig í bili, ég verði aftur með ykkur örugglega eftir 2 vikur með annan frábæran viðmælanda og við höldum áfram á sambærilegum nótum. Takk fyrir.